Jæja, nú komið að ævintýrinu hana Mjallhvíti. Einu sinni var kóngur og drottning í ríki sínu. Drottningin var að horfa út gluggann og óskaði þess að eignast barn sem var mjallahvíta húð með rauðar kinnar og hrafnsvart hár. Svo gerðist það. Hún eignaðist þessa dóttur sem var mjallhvít eins og mjöll með roð í kinnum og hrafnsvart hár. En nokkru eftir fæðingu dóttur sinnar, sem hún skírði Mjallhvíti, dó hún. Og kóngur fór, grét og grét, hélt dansleika því hann vildi kvænast aftur. Og þessi fína, undurfagra kona komin í hennar líf, hans líf. Og hún var með búslóð með sér, töfraspegill nokkur. Hún fór fyrir fannst töfraspegill og sagði: Spegill, spegill, herm þú mér, hver á landi fegurst er? Það þú, sagði spegillinn. Það ekki nokkur með einasta degi. Dagarnir liður, árin liðu og einn daginn, þegar að stjúpan að það talaði spegillinn, þá brá henni ekki heldur brún við svari spegilsins. Spegill, spegill, herm þú mér, hver á landi fegurst er? Því störtu nú fögur, drottning góð, en Mjallhvít er nú föguri. Hvað sagðir þú? Mjallhvítur, maður ekki tróið þessu ekki. Það mátti enginn vera fallegri en hún. Svo hún kallaði á skógarhöggsmann. Komdu hérna. Þú ferð með Mjallhvít út í skó og drepur hana og til þess að sanna það og kemur hjartaður henni, dreifðu þau og dreft hana. Hann fer út í skó með Mjallhvíti. Æ, aumur, hvað ertu að gera með mér? Já, stjúpaði sagði mér að drepa þig. Æ, viltu hlífa mér og sýna mér miskunn og já, veistu, ég ætla að gera það. En ég myndi mæla með því að ég myndi hlaupa langt út í skó. Já, það geri ég svona. Þannig að hann Mjallhvít hljóp. En skógarhöggsmaðurinn horfði á byssuna og sagði: Já, þú áttir að bara. Hann skaut bara hjörti í staðinn og tók hjartað honum og færði stjúpunni. Ágætt, ágætt. En þá fikkur sögun okkar til Mjallhvítar sem kom bara lengi. Þá getur komið að húsi. Hún gekk inn í húsið og bara undrandi. Já, þetta er svolítið húsum. En sjá þetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diskar og 7 stólar. Þetta er pínu lítið. Hver skyldi búa hérna? Þetta er gaman að vita það. Svo fékk hún sér smá þess að borða. Hún var mjög svöng eftir túrinn. Svo ákvað hún að leggja sig. En hún sá það að hún kæmist ekkert í öll. Kæmist ekkert í eitt rúm. Hún lagði sig bara 3 rúm í einu. Svo heyrði söngl.
Abba, við erum búin að vinna, abba, rey, við erum búin að vinna og að gaskir erum við, labba, lippa, rippa, dippa, dei, hefst söngvað. Já, íbúarnir voru komnir og það voru ekki venjulegir menn, það voru dvergar og þeir voru 7. Þeir kíktu nú inn. Það reyktist í fínan dag. Þannig að þá til einn dvergurinn tók eftir mjög sérstaklega. Heyrðu, það nokkuð búin að borða þetta mér? Það er svo minni. Já. Já. Og sérðu þarna? Hvað? Það liggur einhvern í rúmunum okkur ef ég tekur 3 rúm. Já, ég sé það. Þetta er alveg 1, 2, 3 rúm. Þetta er nú bara svona. Við skulum ekki hræða það. Við skulum leyfa henni að sofa. Við skulum bara leggja okkur hérna. Eða eitthvað. Hjálpvítur rumskaði. Það brá svolítið mikið. 1, 2, 3, 7. Bara einhverju litli kallar. Já. Við erum litlir kallar. Gúti. Hérna, já, en já. Þú getur sagt mér hvað þið heitið. Jú, að þú segir þetta, ég heiti Mjallhvít og ég er hérna, ég stjúpa minn alltaf og drepa minn. Skóaraugsmaður var svo góður og leiði mig bara að fara út í skó. Já, hann var nú yndislega góður. Ég heiti sko Kaggi, nei, grín. Ég heiti Aggi. Já. Já, og ég heiti Pétur. Já, og ég heiti Reynir. Já, og ég heiti Feykir. Já, og ég heiti Snáði. Djók. Þetta er Bárður. Bárður? Þú? Já, ég heiti hérna Unnar. Sámur. Já, nú skulum við fara aðeins yfir nöfnin. Það er Aggi. Já. Svo mann ég ekki hin. Það er 1, 2, 3, 4, 5 komin. Þú næsti, síðasti. Og ná alveg staurblind og vitlaus svona. Ég heiti Ari og þú heitir Stibbur, því minnstur. Sælir. Ég nú ekki muna nöfnin ykkar, búið þið hér. Já. Hefðum svolítið bara vera hjá ykkur. Já, þú mátt það. Ef þú eldar og kokkar og þrífur þá máttu færa þetta. Þú fær gistingu að launum að þú vinnur. Við erum svo mikil vinnandi menn. En nú skulum við fara að sofa. Já. Vinnudagur á morgun. Já. Bergarnir. En ég skal segja ykkur það. Að stjúpan var hreint ekki búin að gleyma Mjallhvíti. Hún vildi sko vita það hver var fallegust og flottust og sætust. Þannig hún gekk að töfraspegilinn. Spegill, henn þú mér, hver á landi fegurst er. Víst þú falleg, þá hann gáð. En Mjallhvíti fallegri. Nei, þú grínast í mér, segðu mér sannleikann. Þetta er ekkert grín. Hún býr hjá dvergunum 7. Nornin var alveg brjáluð. Skóaraugsmaðurinn laug að mér.
sagði það til hjarta úr henni. Ég skal bara sjá að drepa hana. Oh boy. Þvílík dragði. Hún var alveg snældusnar vitlaus. En hún dó nú ekki ráðalaust. Hún ákvað að selja henni mittisbelti. En hún gat nú ekki farið eins og hún væri. Hún dulbúða sig. Fór í gervi sem gömul kona og svo gekk hún glaðlega að dvergunum hús dvergana sér og bankaði. Bank. Góðan daginn, sagði Mjallhvít. Góðan daginn, ég að selja svona mittisbelti, má ekki með það að prófa. Jú. Ég skal setja það, þetta svolítið hraun. Mjallhvít féll niður. Nú ertu dauð. Síðan komu dvergarnir heim. Mjallhvít dáin, sagði dvergurinn. Já, svo tók nú einn dvergurinn eftir því að hann væri eitthvað dulubelt. Dáin, með eitthvað mittisbeltið, hann bara losaði það, hann losaði beltið. Hvað gerðist? Mér hefði kona sem mittisbeltið. Já, ég nokkuð viss að það hafi verið stjúpaðinn góð. Hondan, stjúpaðinn, ekki góða. Já, þú mátt ekki hleypa neinum inn. En svo, já, lofaði því. Ok, daginn eftir fór þau til vinnu. Og drottningin var svo ánægð að hún varð bara að spyrja speil. Speil, herm þú mér, hver á landi fegurst er? Og nú falleg en, hvað sagði svo það? Hvað? Mjallhvít fallegri. Hún var ekki sátt með þetta. En Mjallhvít fallegri. Já. Og upp dvergorðum hún. Hún var afturfylgari og nú með hárspennu. Skal svo leiðis. En hann var ekki venjulegt með þessa hárspennu. Nei, hún var ytri. Hún fór í annað sölukerfi. Fór til dvergana og bankaði. Sæl og blessuð. Já, sæl. Ekki mætti þessu tillangaði til að fá smá hárspennu. Ég veit það ekki. Já, það náttúrulega ekki hægt að gera smá, þú veist prófa. Viltu máta? Já, og ég skal setja mig. Og Mjallhvít datt kyllifljótt. Nú ertu dáin. Loksins. Svo kom dvergarnir heim og það var það sama. Glöggi dvergurinn, hann tók bara hárspennuna úr hárinu Mjallhvíti. Jæja. Hvernig gerðist þetta? Konu, bara vinlega kona, hún var alltaf að selja mér þetta. Vinaleg kona, þetta var stjúpaði. Þú talar ekki við okkur, jú, þú veist. Ef þeir eru námið en þú kaupir ekkert og þykkur ekkert að neinum. Já, bara ekki neitt. Og það heilsaði kurteisi og svona. Og þykkur ekkert að neinum. Þessu lofaði ég Mjallhvít. Þá skulum við aðeins kíkja heim til drottningarinnar, eða nefndar Mjallhvítar, og sjá hvað drottningin er að baka. Speil, herm þú mér, hver á landi fegurst er? Þú ert nú falleg en, hvað sagði svo það? Mjallhvít miklu fallegri. Nei, dáin. Nei, en þá dvergurinn býr. Hún var svo brjáluð að hún ákvað að taka epli og strá smá eiturdufti á annan helminginn, fara aftur í sölumannsföt eða sölukonuföt og með eplið í
í svona körfi. Ég má gleipunum minn, ég má ekki þykja nætt. Já, en ertu ekki svöng? Ég var svona aðeins, já, hérna með epli, sko. Ég skal borða af því líka. Nú, fyrst við erum að fara að borða sama epli, þá hlýtur það nú að vera í lagi að ég fái mér. Býð þú fyrst, segir mér hlut. Nú beitum svona beit í partinn sem ekki eitraður. Nú þú, núna þú, beit og gerir kittlið. Loksins ég laus við þig. Og nornin fór upp í kastalann, dvergurinn og svo glöggi hugsaði með sér. Herðu, ég sé ekki hvað gerðist núna. Ég heldur sem bara dáin. Hvað er þú að gera? Ég legg til að við byggjum glerkistu og við jörðum hana í glerkistu. Jarðana? Nei. Við skulum freka bara hafa hana eða úti við í glerkistunni. Já, allt í lagi. Og það gerðu þeir. Þeir settu hana í glerkistu. Og þegar þeir eru búnir af því, þá kom að prins á hesti. Falleg stúlka þetta, sagði prinsinn. Já, bara Mjallhvít. Hún er aldrei svögur. Já, til að ég best hana. Já, kannski í næsta lífi. Næsta lífi, hún er dáin. Er hún? Nei, ekki, er hún dáin, sko? Nei. Ég hlýt nú að vega að kissa hana. Kissa, já. Hún mætti nú alveg kissa hana, sko. Og það gerði prinsinn. Við ekki náttúrulega að kissa hana, við erum svo hrifin af mig. En veit þið hvað? Hann kyssti hana. Og þegar hann var að kissa hana, þá svo kyssti hann hana. Æðislegt. Hann var svo ánægður. Hann tók eftir því þegar hann var að kissa hana, að hann þerrykti hendina sinni í magann og eplabitinn skaust upp á Mjallhvíti. Hún lifnaði við. Hvað gerðist? Ég bjargaði þér, prinsessa. Og nú eru Korodýr bjargaðir. Við skulum gifta okkur og það gerðu þau. En eigum við ekki að kíkja heim til eða á drottninguna eða stjúpuna. Sjá hvað hún er að fara í skýjunum við því. Þegar hún reiknaði með því að Mjallhvít sé dauð. Mjallhvít, hún er dauð. Lalalala. Spegill, henn þú mér, hvernig þið fegust þér? Þú veist, þetta er fallega, miklu fallegri drottningin. Nýja drottningin og hver er þessi nýja drottning? Já, kannastu Mjallhvíti? Það er ekki satt. Hún var svo berjáluð að hún sparakk. Og Mjallhvít, hún lifði sko hamingjusöm með prinsinum og þá dvergunum sem kóngur og drottning voru þau. Og þau lifðu öll hamingjusöm til æviloka endir. Krakkar, ég minni á að við segjum ævintýri næst. Bless.